Hæ, þessu myndbandi langar mér að sýna ykkur þetta lúk sem ég er með á mig núna. Náttúrulega ætla ekki að vera að sýna ykkur eitthvað sem ég er ekki með á mig núna og bara surprise, drekka þetta. En í þessu myndbandi nota ég palettu frá Yves Saint Laurent, númer 11. Ég keypti hana í desember í fyrra, bara aldrei haft tíma til að prófa hana þar til núna. Og alltaf skemmtileg útkoma, af því ég vissi raun ekkert hvert ég ætlaði með þetta lúk. En ég vona innilega ykkur líki vel við þetta og vilja halda áfram að horfa og læra hvað ég gerði. Og ekki gleyma að likea, subscribe og kommenta. Mér finnst alltaf rosalega gaman að þegar kommenti og hefur svona smá tíma til að spjalla við ykkur. Og já, endilega horfið áfram. Takk innilega. Ég ætla að byrja að nota Cream Color Base Luna frá MAC sem er bara hvítur sansarlega grunnur sem ég ætla að setja á bæði augnlokin svo að litirnir verði ekstra bjartið og ignorið fjallið á andlitinu mínu. Það sem vill svo skemmtilega til að ég fekk bara skemmtilega bólu á mjög góðan stað. Kannski teikna inn bara svona fæðingablett eitthvað eftir. Ger ekki allir það eða frá bólu. Þá ætla ég að taka með bara svona litlum flötum bursta og ég ætla að byrja á að taka bláa litinn. Alveg taka alltaf þétt af litnum og mig langar að dumpa honum hérna í innri augnlokin alveg vel og vandlega. Vil ég fá þennan lit alveg vel þéttan. Þar á eftir með bara svona stærri flötum bursta ætla ég að taka giltanlitin. Þetta er bursti númer 106 frá Makeup Store og taka líka dálítið vel af vörunni í burstan. Og ég ætla að leggja þennan yfir allt augnlokið. Ég hef alltaf verið alltaf hrifin af svona blá og gyltu saman. Mér finnst alltaf svona eins og, hvað heitir það á íslensku? Peacock. Fuglinn. Hvað heitir hann á íslensku? Þið sjá, ég er ekkert mikið að draga burstan fram og tilbaka. Ef ég er að setja liti yfir svona stórt svæði þá finnst mér best að þrýsta honum aðeins á augnlokið í staðinn fyrir að draga fram og tilbaka. Þá helst liturinn betur á og líka fer betur á augnlokið í staðinn fyrir að sé að þyrlast út allt. Ég ætla að halda bara saman burstanum og nú ætla ég að taka gylta, eða ljósgylta. Taka pínu honum, bara hinum einu burstan og leggja hérna á eiginlega milli svona bronsgylta og bláa. Til að blanda litunum saman hérna í glóbuslínuna ætla ég reyndar að taka lit úr Chocolate Bar frá Too Faced og ég ætla að taka hérna Milk Chocolate. Ég veit ekki eins og hvort það sjáist á myndinni. Þannig hér. Í stóran fluffy bursta og ætla að nota þennan að því hann er mattur til að blanda þessu út litinn. Og þið þekkið mig, ég dreg litin alltaf örlítið inn og út af við. Mér finnst það bara að fara augunum mínu betur. Ef ykkur finnst ekki fallegt að ykkur draga svona hátt upp eins og ég ger alltaf. Ekki gera. Næst til að klára öfri augnlokin þá ætla ég að taka lit líka úr Chocolate Bar sem heitir White Chocolate sem er þessi stóri hvíti. Bara því að vantar svona einhvern mattan eins og ég segi í hinu palettinu. Og mér vantar smá litina undir augabrúnina, bara undir augabrúnina sjálfa. Og þá ætla ég að taka þennan lit og dusta honum léttilega undir. Ég er svo södd að það er erfitt að tala.
Þetta er flott að fara með svo lit líka örlítið hérna í innri augnkrók, bara til að jafna út svona bara húðlitin. Eins og segi, ég fer svo yfir þetta aftur með bláa. Og taka bláa litin aftur, bara til ég reyna að skerpa á honum. Áður að klára augun, þá ætla ég að klára húðina, að því mér langar að hafa þetta alltaf smóki undir augunum og vil ekki, vil eiginlega bara vera búin að klára húðina fyrst. Og ég er með smá make á mér sem er bara eiginlega farið af að því ég var bara að koma úr vinnunni, tók maskarna og setti sér. Og ég ætla að gera svo venjulega, taka pínu af makeinu mínu. Þetta er matte foundation í litnum Milk frá Makeup Store. Ég seti svona 2 pumpur af því ég set hiljara líka eftir. Og dumpum þessu svona í stóru lagi yfir bara allt andlitið. Og byrjum að vinna inn. Og ég er að nota eins og ég er búin að vera að nota seinustu mánuði. Og þetta er 3D Kabuki burstinn frá Sigma. Næst ætla ég að taka Pro Longwear frá MAC. Ég er í litnum N215. Taka bara næst milli fingrana. Þetta er 1 pumpa, hún dugar rosalega vel. Og gera pínu stríðsmálangu á okkur. Dreifum þessu eftir smá. Ekki fín. Og til að dreifa þessu þá ætla ég að nota beauty blenderinn minn. Búin að eiga þennan mjög lengi en gaman að segja þessu loksins komin til Íslands. Og til að dreifa úr hiljarnu þá nota ég alltaf mjóendan. Og svo getið þið farið kannski örlítið yfir bara með stórhliðinni sem er, þú veist, hrein. Það er örlítið til að taka svona ef það hefur einhver verið svona, einhver starf verið aðeins svo mikið. Þá tekur hann í sig svona sem er algjörlega umfram sem liggur svona eiginlega bara ofan á húðinni. Svo við verðum ekki cake face eins og það er kallað. Og það dreifa hún alltaf undir augun. Þar til að mæti bláa litnum. Og tengist við gilda. Og svo ætla ég að taka, hvað ert þú? 217 frá MAC. Í Milk Chocolate litin sem voru með áðan. Bara mjög lítið. Og þarna því með undir fjólublá. Ef ykkur finnst þið hafa mist eitthvað aðeins af fjólublálinum eins og ég gerði núna, takið bara á, ég seti alveg svona bara á hopnið á burstanum til hann sé ekki of mikið litur á burstanum sjálfum og dreifið bara aftur örlítið undir. Spá hvort ég eigi að setja eyeliner eða ekki. Ég held að ég kannski bara eftir að tengja það betur saman. Sem eyeliner þá ætla ég að nota Gel Intensia, held ég að heiti, Gel Intensia eyeliner í Pure Black frá L'Oreal. Í lítinn eyeliner bursta frá Sigma sem er E50. Nei, 05 ætla ég að segja, ekki 50. Og mér langar alltaf að fara eða svona milli fjólublá og gilda. Sem þýðir að fara alltaf svona ekki of bratta línu. Og ég ætla að gera bara eins þunna línu og mögulegt er við rótina.
Ég spáði bara að stoppa þannig. Ekki fara alla leiðin. Svo er það djúpt og reyna ekki einu sinni megin. Oh god. Svo er þetta bara að setja okkur maskara þegar eyeliner er tilbúinn og ég ætla að nota Mineralize Multi-Effect Lash Charts Black. Það er náttúrulega frá MAC. Sem með bara svona góðum busta. Við ætlum ekki að setja of mikið, þetta hvort er að setja á okkur gervögnur. Ég ætla að lega maskaranum örlítið þarna á efri augnlokunum áður ég setja neðri. Og meðan við bíðum þá ætla ég að setja á bara gervögnur. Þessir eru frá Model Rock og eru sníðankóli. Model Rock og eru númer 262. Komið allir svona út í andana, fylgjast allir eyelinerum, þannig fáið allir svona þetta kísilegri look. Og where are you? Og ég ætla að nota Socialize efnarlímið mitt, bara því mér finnst það best. Pensla því aðeins á og ég er búin að klippa það niður. Ég er ekkert með rosa stór augu þannig ég þarf alltaf að klippa augnhárin. Þannig sjáið hérna hvað ég tók aðeins af þeim. Náum í góða blokkarann og setjum okkur augnhár. Og þá var það maskara undiraugun með sama maskaranum. Þannig að þægileg stærð að busta fyrir undiraugun. Og ég vil hafa bara dálítið vel á honum undir. Þá er augun tilbúin. Til að klára restina andlitinu þá ætla ég að laga saman augabrúnirnar með að nota eyebrow powdergel frá Helena Rubinstein í lit númer 3. Bara svona rétt að renna yfir að því ég er með alveg smáa vöru í augabrúnum en það er bara að búa degja út yfir daginn. Á andlitinu þá ætla ég að byrja að nota, sorry ég verið að blinda ykkur, ég ætla að nota highlighter palettuna mína frá Sleek og ég ætla að nota lit sem heitir, það heitir ekki þar. Hann heitir Renaissance Gold sem er þessi hér og ég er að spá í að blanda pínu platínu sem hvíti liturinn. Blanda pínu honum út í Renaissance bara til að fá alveg ekstra flott highlight. Fyrir sólarpúður og kontúr eða skyggingu ætla ég að nota stóru sólarpúður mitt frá Lancome í Star Bronzer. Þetta er limited edition sem ég veit að einhverjir ykkar eiga þetta. Og ég ætla að taka þennan í bursta frá Real Techniques sem er Duo Fiber Face Brush. Ég er búin að nota þennan það mikið að nafnið er eiginlega bara af. Og ég ætla að setja þennan svona eiginlega undir kinnbeinin. Og þið sá náttúrulega ég setti sólarpúður eiginlega bara á mig sem eins og sólarpúður en þá ætla ég að renna aðeins af meikburstanum hérna undir til að skerpa hans á og þá myndast eiginlega skygging. Fyrir kinnalit þá ætla ég að nota lit sem ég hef bara aldrei prófað áður og þetta er kinnalitur sem ég keypti í H&M í september í fyrra. Aldrei nota hann. Fylgir burstin með. Vissi það alveg. Þannig nota hann í flat, skáskunum bursta. Þetta er... ég sé ekki. Held 168 frá MAC. Númerið er allt farið af.
Það taka mjög lítið af honum að ég veit ekki hversu sterkur hann er. Sýnst hann að vera ágætlega sterkur. Og setja hann á eplikinnuna og draga svo út. Þessi er bara nokkuð fín. Og varir. Ég veit. Colourpop. Ég var að fá það á laugardaginn. Ég verð að prófa. Þetta er satínliturinn í lit Scandi og var blýanturinn með. Mér finnst kannski þetta skemmtilegt með, að poppa þetta upp bara með, bleikum vörum. Go big or go home. En ég myndi segja að þessi litur væri ágætlega svona dúp fyrir Candy Yum Yum frá MAC. Það er þessi bjarti bleiki. Fyrir þessi er ekki alveg, varablýanturinn, jú, alveg eins og Candy Yum Yum, en þessi er náttúrulega glossy þannig að þetta er ekki matt. Þannig að kannski ekki algjörlega. Og þetta er loka-lúkið og ég er kannski ekki beint þekktust fyrir að fara auðveldustu leiðirnar í ferðin og bara það sem ég segi við ykkur, ekki vera hrædda við liti, leyfið ykkur svona að prófa ykkur áfram og svo sé ekki nema á einhver virknum degi kvöldið ef þið hafið ekkert að gera. Prófa ykkur liti sem þið eru ekki vanar. Ég til dæmis áður málaði mig aldrei með gildu. Bara mér fannst það ekki fara mér því ég er silfurmanneskja. Ég er þessi kaldi blái, silfur, dökki tónninn. En svo bara lærði maður að nota litina. Hvernig þið virka saman, hvernig þið virka ekki. Og bara þannig virki fyrir ykkur. En ég vona innilega að það hafi lært eitthvað nýtt af þessu og eitthvað skemmtilegt í dag. Og þar til næst, sjáumst. Hæ, í þessu mynd... Hæ. Og nú heldur til næst að tala við ykkur. Ég er bara að tala við myndæluneska mín. Ó, er ég að taka upp? Ok, held þessi fókus. Mér finnst þess að sé með eitthvað tönnanum. Það er ekki. Ég er ekki að taka til.